þegar þú ert að selja til dæmis nýbyggingu, þá ákveðin réttarstaðar kaupandans, hún vissulega sterkari. Þannig að þarna ertu líka að tala neytendalög, þarna ertu ekki að tala fasteignaköpulög. Þannig að það ekkert rými fyrir galla hjá seljanda eða neitt, hann þarf bara að bæta úr því. Staðin fyrir að, það er gert söluvillit, það er líka gert mjög nákvæm skilalýsing þegar þú ert að kaupa nýbyggingu, sem kannski ekki alveg gert til dæmis að allar kaupaði bara raðhús í Kópavogi. Þannig að en vinnubröðin eru eins, mjög svipum hætti, það er útbúin einhver auglýsing og svo tekið á móti fólki leggur inn tilboð, seljandinn samþykkir það er samið einhver afhendingu, það er samið einhverja fjármagns, hvernig kaupverðið er greitt, samið einhverju fyrirvar og svo framvegis. Þetta rosalega líkt ferli í raun og veru. En undirbúningurinn kannski öðruvísi til að svona auðvitað upplýsingaskylda seljandans náttúrulega gríðarlega mikilvæg, en hún dýpri þegar að kemur á ábyrðin raun og veru meiri hjá verktökum, eða réttar sagt út fagaðaleg, meiri sé bara ef þú ættir fasteignafélag upp á 10 eignir, þá ábyrgð þín sem seljandi raun og veru þyngri heldur en bara Palli og Tóti að selja heimilið okkar. Skilur við hvað að fara? Og við erum ekki fagaðalar. Þannig að þá upplýsingaskyldan okkar dýpri. Það bara þannig. En á öðru leiti þetta svipað.